Ja, Davíð, tap í dag, bara hvernig líður eftir leikinn? Ekki vel, bara töpuðum fyrir miklu betra lið í dag. Bara ákveðið sjokk hvernig við mættum inn í leikinn, fyrri hálfleikurinn. Vorum einhvern veginn ekki tilbúin í fætið, tilbúin í bardagann. Mættum liðið sem var með miklu hærra orkustig við. Og já, bara vond tilfinning eftir leikinn. Voruð þið bara ekki nægilega tilbúinir bara fyrir leikinn? Já, mér fannst það allavega sjást á vellinum að við vorum einhvern veginn ekki tilbúinir í bardagann. Mér fannst það einhvern veginn aldrei sjást og ég meina við sjáum bara fyrstu leikatriðin, þeir eru undan í alla bolta, hvort sem eru í okkar boxi eða þeirra boxi. Við vorum með nokkrar hotspinnur þess að sóknarlega sem að var bara frábært delivery en þeir eru á undan í það allt og allir lausi boltarinn í teig og við vorum bara virkuðum bara orkulausir og nú þarf bara að fara í að skoða það skilur en bara líka hrós á afturhaldingarliði, þeir bara hitta á daginn sinn og við hittum bara alls ekki á okkar dag og það verður bara athyglisvert að skoða þennan leik og horfa á hann og svona reyna að finna ástæður og orsakir fyrir ekki góðri frammistöðu. Var það kannski bara of létt bara fyrir afturhaldingu í dag? Já, ég meina klárlega, þetta var bara of létt, ég meina við tölum fyrir leik að við erum að vera þéttir inn á miðjunni og ekki hleypa þeim inn í þessa bolta, inn í þessi svæði sem þeir vilja fara í og þeir löbbuðu bara inn í þau svæði og mér fannst við gríðarlega slitnir inn á miðjunni. Samt var það svona megin fókus æfingavíkunnar að hleypa þeim ekki þangað. Við vorum í þvílíku brasi með það út í vittinni, sérstaklega hægra megin og það var líka fókuspunktur vikunnar. Sóknarlega fannst mér við að einhverju leyti bitlausir. Mér fannst við fylgdum einhvern veginn ekki plani og þetta var svona leikur sem við létum bara einhvern veginn líða hjá, þar að segja sérstaklega fyrri hálfleikurinn. Einhvern veginn á þess að dressa það og við erum með leikmenn í liðinu sem eiga að hafa reynslu til að kveikja í liðinu sinni þegar svona ber við og það gerist ekki. Og það voru bara gríðarleg vonbrigði en svo getur kannski tekið það inn í þetta líka að það komu leikmenn inn í þetta sem hafa ekki mikið verið með okkur. Bæði meiðsli og svo formulega séð. Og mér fannst þeir koma inn í þetta og gefa þessu aukinn kraft svona sérstaklega undir lokin. Og það er bara gott fyrir Njarðvíkurliðið því við þurfum virkilega á því að halda. Eftir að aftur því skora annað og þriðja markið sitt, finnst þið bara svona, eins og Njarðvík bara slökkt á sér? Já, ég meina það kemur kafli í leiknum, 20 mínútna kafli þar sem við erum bara algjörlega off og við reyndum að dressa það með breyttu leikkerfi og annað en þetta snerist aldrei eitthvað taktist upplegg þessi leikur. Við vorum bara andlausir, sérstaklega í fyrri hálfleik. Við ætluðum að koma út í seinni hálfleikinn og með meira orku og við fannst við einhverju leitinu gera það en við bara reiðum ekki við tempóið og afturhaldingarliðinu í dag og við vorum bara ekki klárir í þennan leik, virtist vera. Fernandes fer út af í fyrri hálfleik, af hverju er það? Hann fann eitthvað til aftan í læri en þú veist, hann átti líka bara ekki góðan dag. Ég held að burtséð frá þessum meiðslum að þá var hann bara í brasi á vellinum í dag og þá voru það fleiri en ég á nú ekki vonað að þetta séu stór meiðsli eða alvarleg meiðsli. Ég hugsa að hann sé bara klár mjög fljótlega. En fyrir næsta leik í deildinni, hvað er það nákvæmlega sem þið þurfið bara að laga bara? Til að ná sigur? Ég ætla nú aðeins að fá að kryfja þennan leik skilurðu en fyrst og fremst snýst þetta orku. Við komum hálf batterislausir einhvern veginn fyrst mér inn í leikinn og við getum það ekkert frekar en einu önnur lið að vera einhvern veginn ekki alveg fullir af rafmagni. Það bara mun aldrei ganga og eins og ég segi, það er kannski svona fyrsti vókalpunkturinn verður það skilurðu. Hvað er að valda því að við séum svona, ekki einhvern veginn on it. Það er og við vorum það líka á löngum köflum í leiknum á móti Grindavík og það sérstaklega í seinni hálfleik. Svo komum við einhvern veginn og skrúfum upp í orkustiginu á móti Fylki og mér fannst við svona vera dominerandi í öllum návígum, dominerandi í öllum okkar aðgerðum fram að rauðaspjaldinu og eftir rauðaspjaldinu. Við tókum stjórn á leiknum og svo kemur þessi leikur einhvern veginn alveg flipside, þannig að en svo má kannski ekki gleyma því í svona liðinu mínu til varnar að við erum auðvitað tiltölulega nýtt lið og við erum að reyna að finna styrkleika hvors annars og eitthvað jafnvægi í okkar leik og það hefur svona kannski blekkt okkur aðeins
það virtist vera nokkuð gott jafnvægi í liðinu fram að móti. Svo hefur svona aðeins dvínað það jafnvægi og við þurfum bara að vera snöggir að grípa í taumana og reyna að finna jafnvægið okkar og finna aftur okkar styrkleika. Við vitum hverjir þeir eru og ég bara trúi ekki öðru en að við fáum svar frá liðinu í næsta leik.